Komið sæl, kæru vallargestir, þið verið velkomin á Tómas Lóðvöldin í leik Leiknis fyrir ÍR í þriðju umferð Leiknisvallar. Byrjum að fara yfir lið gestanna, leikmann nr. 1, Vilhelm Bráin Sigurjónsson, nr. 6, Kristján Atli Marteinsson, nr. 9, Bergur Fannar Helgason, nr. 11, Bragi Karl Bjarkason, nr. 13, fyrirliði Markús Ásland, nr. 14, Guðjón Máni Magnússon, nr. 17, Ólafur Elís Lindsson, nr. 19, Hákon Dagur Matthíasson, nr. 23, Ágúst Gunnar Kristinsson, nr. 25, Arnar Gautur Úlfarsson, nr. 30, Lena Dóttir Hús. Þjálfarar ÍR í dag Árni Freyr Gunnarsson og Jóhann Finnur Gunnarsson. Þá förum við lið heimamanna, nr. 1 í markinu, Viktor Freyr Sigurðsson, nr. 3, fyrirliði Ósson Gjarn Traustason, nr. 4, Patrik Rinivicki, nr. 6, Andi Hoti, nr. 7, Róbert Bendal Árnason, nr. 8, Sindri Björnsson, nr. 9, Róbert Hauksson, nr. 14, Davíð Júlían Jónsson, nr. 20, Hjalti Sigurðsson, nr. 23, Arnór Ingi Kristinsson og nr. 67, Ómar Só. Þjálfarar Leiknismanna í dag eru Vigfús Arnar Jósefsson, Halldór Geir Heiðarsson og Atli Jónasson. Dómarar leiksins í dag eru Þorgeir Einarsson og honum til hals og traust eru Jakob Martin Róð og Sveinn Ingi Sigurjónsson. Kæru gestir, góða skemmtun í sitt Breiðholtslag og áfram Leiknir! Já, góður áhorfendur, verið velkomin í þessa beinu útsendingu af Breiðholtsbraut Derby. Það Leiknir á móti ÍR. Leiknismenn eru að taka á móti ÍR-ingum í dag og með mér, við erum 4 að lýsa þessum leik í dag. Við erum að brjóta blað í sögunni. Ekki satt, Patrikur? Já, það rétt. Við erum að vera 4 í dag. Ég, Patrikur, Jóhann. Og góðan og blessaðan daginn, ég heiti Nemanja. Já, og svo Eyþór með okkur. Jú, góðan, Traust. gleðilegan dag. Já, og við eins og við segjum, við erum hér 4 að lýsa þessum leik og það hefur aldrei verið gert áður. Og já, við sjáum hér Robba Hauks, hann kominn upp að hotfána. Sjáum hvað Robbi gerir. Keyrir inn boltinn fyrir. Þar enginn, Patrikur. Var þetta eina af þeim sviðsmyndum sem þú ert búinn að setja upp fyrir þennan leik? Þú ert auðvitað svona sviðsmynda sérfræðingur. Já, það eru þó nokkra sem þú hefur sett upp. Það ekki hægt að segja neitt annað. Sjáum Leiknir, þeir fá innkast á hættulegum stað við miðlínu. Alveg reynd. Sjáum Ómar Só. Gaman að segja frá því að þetta er fyrsti grannarslagurinn í 6 ár. Akkurat, síðan 2018. Í lengjudöldinni mitt líka. Þessi lið er ekki að vera í svona deil. En ÍR þeir hvað fjallu það tímabil, ekki það? Jú, Já. það tímabil sem þeir fjallu. Og eru þá búin að vera í annarri deild síðan þá, eða? Já, í 6 ára. Já. Það sem er liðið best, sko. Já, það er svoleiðis. Já, það síðust ekki, já, það var 9 sem voru í annar deildinni. Akkurat. Það er svo fyrstu, það leikum fyrir svo efstu, þetta sem fyrstu, en það er mikið að vera svona deild þessi lið, sko. Nei, sjáum hér. Arnór kemur með boltan fyrir. Þar enginn. En Leiknismenn sækja hornspyrnu.
auðvitað munum við eftir hotspinnunum í fyrra. Þær voru stór hættulegar. Nemanja, hann er einmitt svona einn af þeim sem eru búin að vera að stúdera hotspinnur í Leiknis. Hvað erum við að sjá í þessari hotspinnu, Nemi? Mér sýnist þeir vera að fara að stilla í gapp. Í gapp, já. Það sem við köllum gapp. Við sem lengra komnir vita hvað ég er að tala um. Og þú kannski útskýrir fyrir okkur hvað það fylgur í sér. Sjáum fyrst hotspinnunar Robby Quental með boltan. Á nærstöng, þar er enginn. Boltinn hrekkur út í teig. Já, Ósi með valdaboltanum. Robby með skotið, en hann er gripinn. Íringar með vald á boltanum. Þessi er greinilega búinn að hafa grip. Já, hann hefur allt grip. Vilhelm Þráinn Sigurjónsson í markinu hjá IR. Auðvitað ekki margir leikmenn sem hafa farið á milli þessara tveggja liða. Nei, það er bara einn með Hreiðar. Já, Þetta liði. sem er, Róbert Quental. já, og náttúrulega Viktor markmaður. Hann var í IR á sínum yngri árum. Ok. Og náttúrulega nýjustu félagaskipti á milli þessara tveggja liða. Það var þegar Jóhann Sveinsson fór frá IR í Leikni í vetur. Já, ótrúlegt og mun ekki spila leik. Nei, en það er líka bara auka atriði. Það var líklega vonbrigði tímabilisins. En þetta voru þessi félagaskipti, þau ráku upp, eða voru margir sem ráku upp stór augu. Já, var þetta staðfest á .net? Þetta var staðfesta.net, já. Það er þannig. Það fór fram í morgun. Kom í komnir farnir listanum. Já. Eftirminnilega. Verður vonbrigði tímabilisins? Nei, verður kaup tímabilsins. Sjáum Viktor með langa bolta, Robby Hauks, hann vill ná honum, en hann er aðeins og langur. Aftur fyrir í markspilnu. Hver er þessi Jóhann Sveinsson? Þetta er leikmaður sem var efnilegur á sínum yngri árum. Við höfum ekki mikið séð til hans á vellinum undanfarið. Var hann efnilegur í námumbarðum í Hagkaup? Hann var fyrir, ef ég skildi það rétt, var hann fyrir slæmum hnémeiðslu og hefur ekki getað yrkað knattspyrnu síðan þá. En við erum auðvitað við sjáum í útsendingunni þetta ótrúlega útsýni yfir Æsufelli. Já. Það er ekki margir vellir sem geta boðið upp á þetta. Með sóluna líka. Já, með sóluna hérna til hliðar einhvers staðar. Þetta er forréttindi. Sjáum IR, þeir eru að spila boltanum, en Davíð Júlían kemst fyrir þessa sendingu og Robby Hauks, hann tekur á sprettinn. Ógnar með hraða sínum og snertu. Komst ekki langt í þetta skipti. Það var leikmaður nr. 25 hjá IR, Arnór Gauti, sem náði hann að sparka til boltans og gefa Leikni innkast á stór hættu. Nei, það eru íringar sem eiga þetta innkast. Þetta er taktík sem við séð sumar. Það eru íringar sem eiga þetta innkast. Já, hann hlýtur að hafa fengið eitthvað í augað, dómari leiksins. Já. Guðgeir Einarsson. Þetta er mjög skrítið. Patti, þú hlýtur að hafa séð þetta var Leiknis innkast, eða ekki? Jú, þetta er svona þekkt taktík í fyrra, sko. Við fórstum alltaf mikið innkasti. Það sýnist þeir ætla bara að halda því áfram. Já, þetta var svolítið upplegið okkar í fyrra. Já. En við erum auðvitað með þig hérna sem svona okkar vökula auga til að sjá rétta og ranga dóma og ákvarðanir. Ég sé þetta í annarri víti en þig. Já, þú sér þetta nefnilega í allt annarri víti. Það er bara svolítið. Sjáum íringar, þeir stillu upp í aukaspinnu. Boltinn, hann drífur ekki inn á teig. Þeir ná honum og það er sparkað aftur fyrir endamark. Já. Markspinna. Auðvitað íringar með sinn keppnisvöll á Reykjanesbrautinni. Já. Þeir eru að koma upp í dálítið mikla hæði við sjávarmáli. Spurning hvernig teljum við að það muni fara í leikmenn IR að hlaupa svona í 90 mínútur. Komur einmitt á óvart. 110 metrum yfir sjávarmál. Komur einmitt á óvart þegar gengu inn í lengsheimilega. Þeir voru alltaf með súrundsgrímur. Þeir voru með súrundsgrímur, já. Og auðvitað væntanlega búin að vera í einhverju góðu basecamp einhvers staðar við rætur Breiðholt. Það er ekki höndla þessa lofta sem við höfum inn í Breiðholtinu. Þetta er náttúrulega, við erum svolítið hátt yfir sjávarmáli. Það er ekki fyrir hvern sem er að sprikla í 90 mínútur pluss uppátt. 93 metrónum. Já, þetta eru 110, fekk ég staðfest frá landfræðistofnun hjá háskólanum. Háskóla Íslands? Já. Ok. Frá landmælingum segi ég. Já. Hver mældi það fyrir?
Já, og ef að, eins og við töluðum í fyrra, ef að völlurinn væri upp á æsufellinu, þá væri þetta í einhverjum 130 metrum fyrir ofan sjávarmál. Já. Sem náttúrulega gríðarlega mikil hæð. Hver hæð er 2,5. Akkurat. Þetta er sinnum 8. Já. Regni nú. Já. Gerið það áhorfendur góðir. Sjáum boltan, hann kemur inn á teginn, en þeir ná ekki til boltans. Innkast sem Leiknismenn eiga. Já, þessi leikur fer ágætlega af stað. Hann fer ágætlega af stað. Þetta er auðvitað leikur sem að margir eru búin að bíða spenntir eftir, að sjá þessi tvö lið þetta kappi í deildaleik. Já, þeimitt. Það er oft talað rígmill þessa félaga. Maður hefur, já, einmitt séð í aðdraganda leiksins eitthvað skítkast á samfélagsmiðlum. Ef ég vissi að þá þarf 2 til þess að rígur ekki. Já. En, þegar Leiknir hefur verið deildum ofar, hefur ekkert verið mikið rígur milli Leikni. Nei, ég skal ekki segja. Ég vil deildum ofar, þannig að ég veit ekki hvað það er eftir að vera mikið rígur. Nei, ég skal ekki segja. En þetta er bara svona. Þetta er svona er samfélagsmiðlar. Já, svona eru samfélagsmiðlarnir. Sjáum að Arnór Andi Hóti er þetta. Þetta er Andi sem hann liggur eftir. Já, þetta er ekki taktískt hjá Fúsa. Hann er í alvörinni meiddur. Já, hann er meiddur, já. Við erum ekki byrjar að tefja. Nei. Heyrum hér sönginn í stúkunni. Jæja, nú er leikurinn að fara aftur á stað. Búið að hlúa að meiðslum Andi. Hann er farin út af en kemur væntanlega aftur inn á. Ósi með innkastið. Kasta langt upp völlinn. Skallatennis og íringar, þeir ná boltanum úr þessu. Davíð á sig, sjáu þessa sendingu hjá Sindra. Þetta er það sem að getur valdið miklum usla fyrir íringar. Það eru þessar sendingar frá Sindra Björns. Þetta hefur hann í votnabúrinu sínu. Já, hann á þetta í votnabúrinu, það er rétt. Sjáum íringar, þeir reyna að koma boltanum inn á teig. Þar er enginn, Robby Haugs kemur honum í burtu og í innkast. Það er enn eitt innkasti hér í dag. Það stress í mönnum með. Sjáum við þetta að íringar, þeir sækja í áttina að Æsland Vesturbergi. Sundlauginni góðu. Já, í átt að sundlauginni. Íringar vilja koma boltanum inn á teig. Þeir gera það ekki en sækja hornspyrnu. Var þetta réttur dómur, Patrikur? Að gefa verðlaunum með hornspyrnu þarna? Dómarinn dæmir sko. Það er hárrétt og ég held að hann hafi verið með þetta spot on. Já, mér sýnst það öllu. Íringar, þeir hafa nú verið aðeins, þeir hafa sótt þyngra í upphafi leiks. Já. Ég er ósammála. Já. Ég er ósammála. Já, og þess vegna erum við með 3 til 4 að lýsa þessum leik. Það er þannig að það sé einhverjir kontrastar í lýsingunni. Hjalti kemur boltanum upp völlinn, en þar er enginn. Við erum einmitt með 1 Trullarson, 1 lengsmann og 1 íringina í setinu. Akkurat. Það er gott að hafa svona blöndu á söllu. Og 1 vel lesinn. Víðlesin. Víðlesin og áhugamann sviðismyndir. Þú varst búinn að setja upp, hvað voru þær margar sem þú settir upp? Það eru 840 sviðismyndirnar. Já. Hver er svona, er þetta að spilast eftir einhverju af þeim? Þetta er, já, bara spilast akkurat eftir einn af þeirri. Já, einni af 840 sviðismyndum sem þú varst búinn að setja upp. Já. Og hvernig eru að sjá þetta svona, hvernig eru að sjá leikinn spilast? Þetta er bara svona taktíks. 2 lið að mætast sko. Já, það eru 2 lið að mætast. Já. Og þessi leikur, hann á sitt eigið líf. Jú, hann á það. Já. Akkurat. Nei, hann fer svona hægt af stað og liðinu bara finna sig og finna hvernig leikurinn er að spilast og leikmenn eru að fóta sig. Fóta sig alltaf. Sjáum Kvendal, heyrðu, þetta er nú groddaralegt hjá Mark McAusland. Nei, þetta er ekki Mark McAusland. Þetta er Kristján. Já, þetta er daginn útgáfan af Ásgeiri Martins. Já,
Þetta var nú groddarlegt brot hjá honum, hvernig hann hrindir honum Robba Kvendalsson í bakið. En þeir eru einmitt með aðra Diet útgáfuna inn á, Jói. Ok. Það er hann Puñet bróðir. Nú. Pablo. Þetta er Diet útgáfan af Pablo Puñet. Já, já. Renato. Já, það er gott að fleiri fara að spila sig. Herðu, sjáu þið þetta var Kloppi. Ósi með boltan, keyrir á tegnum. Ómar Só, hvað gerir Ómar Só? Það er hotspinna. Já. Nei, dómari leiksins hann telur sem svo að boltinn hafi ekki verið farið aftur fyrir endamark. Nei, hann var að benda úrið þarna, ætlaði að sé marklínutækni. Já, það er svoleiðis. Það er hotspinnutekni. Ég sáu við þessa gamla. Já, þessi var öflug. Sjáum Andi, hann er kominn inn á aftur. Hverjir svona miðað við hvernig leikurinn er að fara af stað, hverjir teljum við svona vera líklegast til þess að skora mark hér í dag? Ég myndi segja að það var í monster útgáfan af Birki Björnsinni. Já, Sindri Björnsson. Það er þessi fjórðavíts útgáfa af Birki Björnsinni. En munum við eftir því. Hann er með vítina sem Birkir hefur ekki. Hann er búinn að spila tvisvar sinnum á þessu tímabili, 90 mínútur, Patti. Þú þekkir hann ágætlega sem leikmann. Hvernig getur þetta verið að fara með skrokkinn á hann? Þetta er að fara bara heldur vel í hann, sko. Já. Hann er búinn að æfa vel í vetur. Hann er og auðvitað leggir sig líka hart fram. Já, þetta er auðvitað það sem hann er búinn að vera að sækjast eftir. Mikið í fríi. Mikið í frí. Og að taka lengri frí en á alltaf er. Já, hann kann það. Hann kann Það er eitthvað sem hann kann. Nei, sjáu, Hjalti missi boltan. Þetta var klaufalegt og hann meiði sig. Það er nú ekki gott ef að Hjalti fyrir að detta í meiðsli núna, nýkominn heim frá Bandaríkjunum. En hann keypti sér mitt bara hjól heim í stofu, SP8 og SP88. Já, bara hætti el. Já. Og þá getur hann búinn að liggja því bara. Já. Með PlayStation-fjastýringunni í höndunum og hjólar svo bara til 4:30 á morgnana. Já. Svo leggur hann sig í klukkutíma og fyrir að vinna. Já, sinni fjölskyldunni. Já. Þetta er náttúrulega ofurkall, sko. Stilur. Sjáum að stúkan, hún hefur sjaldan verið jafn þétt setin. Já, gaman að sjá. Þetta er ótrúlega skemmtilegt að sjá þessa mætingu og greinilega margir sem eru búin að bíða eftir þessum leik. Já, þetta er leikur tímabilsins, sko. Ég var að Þetta er leikur helgarinnar í Evrópu. Ég var að fá það, já, það er hárrétt hjá þér. Þetta er stærsti leikur helgarinnar í Evrópu. Menn meina. Já, en það er einn nefnilega þarna í Suður-Ameríku sem er stærri. Þess vegna var ekki talað þetta sem stærsta leik heims þessa helgi. Nú. Það er held í Boca River í Argentínu. Nú, er hann þessa helgi? Já, ég þekki það ekki alveg. Ég fekk þetta bara á einhverju minnisblaði. Ég var að fá staðfestar tölur og það er uppselt. Það er uppselt á Leiknisvöllinn í dag. Það er þannig. Og það eru 1230 miðar seldir. Já. Uppselt og svo er ég að fá það hérna áfram sent að það eru 95.000 heimili að horfa á þessa útsendingu. 95.000 heimili? 95.000 heimili sem eru að fylgjast með þessum leik. Það eru fleiri en voru að horfa á Eurovision. Já, það eru fleiri en voru að horfa á Eurovision og það eru fleiri en voru að horfa á einhvern handboltaleik daginn. Já, enda er þetta þjóðaríþróttin hér. Já, þetta er þjóðarleikurinn hér. Já. Það er það sem þetta er. Og sjáum markspyrnuna frá Viktori. Þetta er langur fram og hár, en ekki hár á höfði. Það vilt meina að þetta heimili lands er að horfa? Já, ég vil ekki meina það. Heldur vilja þessi gögn sem ég er að fá send í síman minn meina það. Þetta er alveg gögn sem þú ert með. Þetta eru gögn sem ég er að fá send. Sjáum IR þegar ég eiga aukaspyrnu. Og jú, Arnór, hann er búinn að vera helviti góður í þessum leik. Já, búinn að vera sprækur. Búinn að vera sprækur, það er hárrétt. Sjáum að Hjalti, hann er að spila framarlega á miðjunni í dag. Já. Og það er þriðja staðan sem hann spilar í 3 leikjum núna í upphafi móts. Spilaði auðvitað djúpur á miðjunni þegar hann kemur inn á móti Njarðvík. Svo er hann settur upp á hægri kant á móti Fjölni og svo í dag er hann sóknarsinnaður miðjumaður. Og hann brýtur hér á, sá nú ekki á hverjum. Mörki fyrir að rétta hann fór út. Hann einmitt gerði það og hann má eiga það, hann Hjalti, að hann var frábær áður en hann fór út í fyrra. Góðan strák. Og eflaust bara jafn besti leikmaður Leiknis og mikill missir af honum í úrslitakeppninni. Já. Fyrir þá Leiknismenn. Leiknir væri líklega deild og ef hann hefði ekki verið út. Já, þú slærð því föstu. Já, hann sagði það. Já, hann sagði það. Við þig í minnisblaði. Já.
Sjáum IR, þeir stilla upp í aukaspyrnu. Oliver Elís Linsson, hann skýtur yfir markið. Nei, þetta var Renato, kallið minn. Þetta var Renato. Já. Sanchez. Puniet. Puniet, já. Sjáum að Patti, hann tekur markspyrnuna. Gefur hann tilbaka á Viktor. Þetta töluðum við á síðasta tímabili, Patrikur. Að væri hættulegt þegar við erum að spila svona tilbaka á markmann í opnum leik og fáum pressuna á okkur. Já, við erum að reyna að opna völlinn. Já. Fá inn að liða IR-ingar ofar. Það kom stundum í bakið á okkur í fyrra. Eða á leiknismönnum í fyrra. En þeir eru komið með árunum lengra. Já, sjálfsögðu. Eldri. Og sjáum Ómar Só. Ómar Só, hann hér í hlutverki miðjumanns. Hann falskur miðjumaður hér í dag. Falks 9. Sjáum Ósi með bandi í dag. Tæpur að koma boltanum inn á Hjalta. IR með langan bolta upp völlinn. Patti, hann kemst fram fyrir Patta. Sjáum hann. IR þeir komast upp fyrir. Og Patti kemur þessu aftur í hornspyrnu. Þetta var Bergvin Fannar sem að komast þarna inn í þennan bolta fram fyrir Patta. Fram fyrir Patrik. Það heyrist ágætlega í stúkunni. Það er skemmtilegt. Það stemning á leiknisvellinum. Þetta mætti vera svona föstudagsleikur undir Flóðljósum. Þetta mætti nefnilega alveg vera föstudagsleikur undir Flóðljósum. En það eru að vísu engin flóðlýsing á leiknisvellinu. Ekki á grasinu góða. Ekki á grasinu góða. Og Nemmi, hann ætlaði einmitt að vera með smá tölu það hvers vegna það ekki. En hann þurfti að bregða sér frá þannig hún kemur seinna. Já. Sjáum IR með skallan og hann fer yfir markið líka, eins og aukaspyrnan aðan. Nemmi, hann ætlaði einmitt að gefa okkur smá tölu það hvers vegna það ekki flóðlýsing á aðalvelli Leiknis. Þú ætlar að láta okkur vita af því hvers vegna það ekki flóðlýsing á vellinum hjá Leikni. Hvers vegna? Hvers vegna, akkurat. Já, það veit ég ekki, en ég veit að það er í plönum. Það er í plönum. Að næstu árum mun byggja 10.000 manna völlina. Það eru 10.000 mann sem að munur rúmast á næstu árum, munur rúmast á Leiknisvelli. Hvað, verður byggð blokk í kringu völlin? Það er blokk í kringu völlin. Verður byggð, sagði ég. Eins og Brentford leika völlin. Og það er! Sjáið þið! Svo tæft hjá Davíð Júlían. Tæft var það. Það er borgur sem góði vill þétta byggð. En já, Nemmi, er blokk í kringum völlin? Heldur betur. Það eru nokkrar. Það er Æsufelli góða. Það er Langa Vitleysan. Það er Langa Vitleysan. Og Vesturbergi henni í bakgrunn. Já. Og svo er einmitt World Class Iceland og sundlaugin. Akkurat. Besta sundlaug borgarinnar ef ekki landsins. Það er hægt að þétta betur. Við sjáum hornspyrnuna. Andi, Ómar, kemur honum út aftur. Ómar, Og Robby Kvental með boltan. Þetta var einmitt einn af þeim hornspyrnum sem við vorum að æfa. Og rennitæklingu frá Ómari við vítapunktinn. Okay. Sáum þetta þarna, þetta gekk ekki núna. Þetta gekk ekki núna, en gekk vonandi næst. Skemmtileg tilraun. Skemmtileg tilraun. Þessi var beint á æfingasvæðinu. Og nú ætla IR að keyra upp völlinn. Sjáum að það er mikil hreyfing á sókn. Vá. Grottaraleg tækling, Sindri með boltan. Kemur honum að Hjalti fyrir. Þessi er á Robba Haugs. Hann verður að ná að halda boltanum. Hann nær honum. Kemur honum á Ósa. Aftur á Robba. Robbi á Davíð Júlían. Hvað gerir Davíð? Hjalti. Út á Arnór. Nú þarf Arnór að koma honum fyrir. Og þannig Robbi Haugs. Skallar rétt framhjá, þessi fór í stöngina. Þessi bolti, hann fór í stöngina. Það er ekki góð. Já. Þetta er gott núna, góð, Sprækar mínir í landsmönnum. Já, góð kapli. Já, kapli. Magga Ásland kemur honum á Kristján. Hvor ætli sér hraðar, Magga Ásland eða Ómar Só? Ertu með
Ég er ekki með gögnin á reiði. Nefni, ert þú með þessi gögn? Já, ég er með þessi gögn. 36,9 mælist 1 á kilometra hraða. Mælist Ómar Sóð 36,9 km hraða? 36,9. Með vindi eða mótvindi? Með bakpoka. Með bakpoka 110 metrum yfir sjávarmáli. Já. Það er rosalegur hraði í honum. Það er ágætur hraði. Er það hraðasti sprettur hans? Nei, það er bara spretturinn í leiknum. Guð blessi Írningunum. Sjáum Robba Quental. Hann kemur með boltan út á, skiptir yfir á Robba Hauks. Robbi nær honum, kemur hann á Ósa. Hann lætur nappa sig þarna. Hann náði þér. Þú hélst að hann var að senda Ósa. Já, ég held það. Patti hreinsar. Þetta var einn pólsk. Og fyrir það sem vilja að vita hvað 36,9 cirka er á 10 metra, þá er sekund á hvern 10 metra. Það er þannig. Já, það er ágætur hraði. Þetta eru quick maths. Já. Og þetta er auðvitað ástæðan fyrir því að við erum með spretthlaupara hér að lýsa þessum leik. Rýni hraða hérna á vellinum. Já, rýni hraðan. Þú hefur auðvitað gert þetta allt og þú ert búinn að sækja allt galleríið í spretthlaupinu. Jú, jú. Sjáum Hjalta. Skemmtilegt spil hérna milli Sindra og Hjalta. Já, þetta er ótrúlegt að fylgjast með hversu vel þeir linka upp. Það er eins og hann er bara að spila frá síðan í æsku. Já. Íringar með markspyrnu. Já, við erum að fara yfir síðustu leiki hér milli þessara liða. Gerum það. Já, það er náttúrulega bara 4 leikir síðan árið 2016-17 þegar þessi lið voru saman í sömu deild og deildarleikir, já. Deildarleikir af þessar 4. 1 sigur Íringa, 1 jafntefli og svo hafa Leiknir tekið 2 sigrana. Við vinnir rétt sko. Nákvæmlega. Í síðustu 5 leikjum þá er Leiknir búinn að vinna 3, 1 jafntefli og 1 ír-sigur. Þessi 50 leikur og æfingarleikur. Já. Það var 2020 í hérna COVID-inu. Veirunni skeiðu. Í veirunni skeiðu. Það var 4-0 sigur Leiknis sem var í veirunni skeiðu. Já. Þegar við gengum yfir þá. Já, ég veit nú ekki um það. Sjáum Arnór. Patti kemur boltanum upp. Davíð lætur hann fara. Robbi aðeins og seinn. Og lætur sko gabba sig upp úr skónum af Vilhelm Þráinn Sigurjónsssyni. Þetta var nú helviti skemmtilega gert hjá markmanni IR. Davíð Júlían, hann brýtur. Árni Freyr, þjálfari IR-inga, er ekki sáttur. Jæja Patti, erum við búin að spotta einhvern frægan upp í stúku í dag? Frægan upp í stúku? Er einhverju frægir sem eru í þessum liðum? Jó, Egilur Héðins er annars ég. Egilur Héðins, já. Hann verðist gæðist hann á milli. En er að tala um Ice Queen? 3 og 5. Að hún sé að mæta? Ice Queen. Drottningin sjálf. Hún er úr Breiðholtinu. Hún er úr Seljagarði. Neðra Breiðholtinu. Og sendi IR-ingum einmitt kveðju á Instagram í dag. Já. Og óskaði þeim góðs gengis í þessum leik. Þannig þeirra. Sjáum Vilhelm, hann lúðrar boltanum upp, Ósi nær honum og kemur hann, sjáu þið Sindra. Þetta er sjáu þið þvílík sending hjá Sindra. Þetta var ótrúleg sending hjá Sindra. Og sjáu þið snúningin og yfirvegunina og yfir sýnina. Robbi Hauks með boltan. Við höfum séð þetta áður í þessum leik, þar sem Robbi fær svona lausan bolta uppi hotfána. Þetta er gríðarlega vel leyst hjá þeim núna. Hjalti, sendingin ekki nógu góð. En góð hugmynd. Góð hugmynd, hárrétt. Og góð tækling. IR-ingar eiga innkast. Það er enn eitt innkastið. Og þá er innkastinn orðin í dag.
þau eru 26 ef mér skjátlast ekki. Íringa með innkastið. Sjáum Andi. Hann ekki brot. Dómari leiksins lætur hann ganga. Lætur leikinn ganga. Davíð Júlían missi. Sjáu þið Sindra. Sjáu þið þessa sendingu tilbaka hjá Sindra. Þetta er ótrúleg yfirsýn sem hann er með á vellinum. Það sjá mjög fáir leikmenn svona sendingar. Já, þetta var bara ótrúleg. Aftur. Hann er að spila þennan leik í annarri vídd. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Hann er einmitt komin í nýtt númer. Hann er einmitt í nýju númeri, það er hárið rétt á þér. Og sitt upprunalega númer. Hann er komin í áttuna. Hann er komin í áttuna. Áttuna góðu. Hann skoraði mörg í áttunni þegar hann var síðast í áttunni hérna á Reykjanesvelli. Þau voru 13 deildamörk. Já, hann fekk silfrið. Hann fekk silfrið á eftir Garðari Gunnlaugs. Já, gaddakull, eins og hann kallaði. Og við þekkjum auðvitað ástæðan eða söguna öllu heldur á bakvið það af hverju Sindri spilar í áttunni. En það er út af því að þegar hann var í Vestló þá dreymdi honum alltaf að komast í áttuna hjá Nökkvafjallari. Fílum. En það hafðist ekki. Og eftir það sagði hann, ég ætla að spila í áttunni. Þannig sagði hann. Þannig sagði hann. Sjáum Viktor. Ekki vinsælt í fyrra þegar hann var í treyju númer 88. Það var ekki vinsælt. Það var umdeilt. Það var umdeilt, já. Hann var skotspót margra vegna þess að Þjóðverjinn var ekki sáttur með það en hann var þvingað til að skipta í ár. Já, það er eitthvað svoleiðis. Já, ég skil. Þekki nú ekki söguna á bakvið það en... Nei, þú þekkir heldur ekkert alla sögur. Nei, alls ekki. Íringar með innkast. Sindri með skallan fram á við. Sko, ótrúlegur skalli. Og það er greinilegt að hann er búinn að raka sér hárið út af því að þessi skallaboltar hjá honum eru allt öðruvísi heldur en við höfum séð áður í knattspyrnu. Viðnámið er allt annað þegar leðrið á boltanum snertir að leðrið á höfðinu á Silla B, sko. Akkurat. Glæsilegur bolti fram hjá Andi Hóti Hjalti. Með fastan bolta skiptir en Robby Hauks, hann er ekki nógu snöggur til að ná þessu en sendir honum þumal. Þetta var þumal eða fingurinn? Þetta var þumal. Og þakkar þar fyrir vel unna sendingu. Hvetjum áhorfendur að fylgjast vel með æsufellinu hérna í bakgrunn á útsendingunni. Og hún er reyndar ekki mynd akkurat núna en svona alla jafna hvetjum við ykkur til þess að fylgjast vel með æsufellinu. Getið fara bara Google Maps og sé hana þar annars. Já, hvetjum ykkur til að gera það. Ég er nefnilega mikið að vinna með 3D á Google Maps. Já. Mikið að skoða æsufellið svona 360 gráðunar á því. Akkurat, sjáu þið þessa hælsendingu hjá Ómar Só, Davíð Júlían. Hann sækir hornspyrnu, það er hornspyrna. Hafið þið séð fallegri byggingu á Íslandi? Nei, ekki enn. Þessi Æsafellsbygging, hún hefur auðvitað hlotið margar viðurnefningar fyrir að vera flottasta bygging Íslands. Hvað er hún há? Hún er... 20 eitthvað metrar sko. Já. Ótrúlega hæð sem hún er. Boltinn fyrir. Þessi er hár á Patti aftur en hann er aftur fyrir endamörk. Já, þetta var ein af þessum hornspyrnum sem við vorum að æfa daginn. Já. Patti, er þetta núna undanfarið búið að spilast eftir einhverju sviðsmynd sem þú hefur verið með? Já, þetta er sviðsmynd nr. 23. Já. Og í hverju fellst hún? Bara fellst ekkert í þessu sem var að gerast. Já, bara nákvæmlega þetta. Akkurat.
tvö hörkulið að mætast. Já, það er bara Bæði svoleiðis. lið vilja ekki fara út úr þessu leik með sigur. Æsufellið, 20 metra, heldur þetta sé ekki nær 40 eða? 2,5 sinnum 8 er 20. Heldur það sé 2,5 með hérna millihæðinni og golfþykkt og... Það er ekkert svo þykkar sko. Og svo náttúrulega smá svona toppur, það eru penthouse-íbúðir. Já. Minnum alla á að skoða það, penthouse-íbúðirnar í Æsufellinu. Eða hvetjum kannski öllu heldur alla til þess að gera það. Skot, Viktor Ver, kýlir þetta frá og Ósi nær. Robbi, nei, Íringan á boltanum. Ágústunnar kemur boltanum hann ekki í gegnum vörn Leiknis. Renato með fyrirgjöf, skalli, þessi er, já, þetta leit vel út en hann var svolítið langt framhjá. Og Renato, hann kemur til IR fyrir tímabilið eða hvað? Einn af þessum 9 leikmönnum IR. Ég bara því miður fylgdist ekkert með annarri deildinni í fyrra. Þeir heyrðu ekkert svo. Þeir eru komnir upp, þannig að þetta fyrir þetta tímabil. Sjáum Ómar Só. Hann keyrir hér áfram á 36,9 km hraða. Boltinn út á Robba Kvental. Hvað ætlar Kvental að gera? Hann skoraði svona marka móti Njarðvík. Ómar Só! Ómar Só! Skorar! Og það er ekki flagga, það er 1-0! Koma! Þessi hraði sem hann hefur, þetta er ótrúlegt. Sjáu þið þetta mark hjá Ómari Só. Þeir megi ekki gleyma honum svona. Þeir megi ekki gleyma honum, það er hárrétt. Hann auðvitað gefur boltan á Robba Kvental, feysist inn í teig og já, nær þarna frákastinu eftir að þetta skoti flektaðist af varnarmanni IR og kemur boltan inn í netið. 1-0 IR. Sjáum markið, Ómar Só gefur út á Robba Kvental. Robbi með skot sem deflektast og þar er Ómar Só bara mættur og já, gleymdur. IR 0, Leiknir 1, áfram Leiknir. Bað einhver hérna með að segja, ég er auðvitað einn af þeim hlutlausu. Já. Gleymdur þeir í gleðinni? Og Patrikur, ef Þetta er ótrúlegt. Ef við rýnum í sviðsmyndirnar, er þetta eftir sviðsmynd sem þú varst búinn að setja upp? Já, þetta var ein sviðsmyndin. Þetta er ein sviðsmyndin, já. Þegar Ómar Só myndi skora. IR lúðra boltanum upp völlinn. Ómar Só! Og þetta er í fyrsta skipti á tímabilinu sem Leiknir kemst yfir. Já, það er rétt. Þannig nú verður fróðlegt að sjá hvort að hvernig Leiknir eru upplæðir fyrir það að vera yfir í leik. Það er höndlið á pressu. Hvort er höndlið á pressu? Sjáum Davíð Júlían fremsti maður. Með pressuna. Hár bolti frá Vilhelm í marki IR. Það verður að koma í ljós í eftir 90 Ekkert flautað. Hvort það er höndlið þetta. Það verður nefnilega í ljós. Yfir. Sjáum Hjalta hérna. Sending á Davíð Júlían. Davíð Júlían komin inn í teig. Bolta Gefa inn fyrir markið og það er... Það er ekkert flautað. Nei, það er ekkert flautað. Það er engin spurning hversu langt út úr teignum Vilhelm var komin þarna þegar hann rúllaði boltanum. Það er verið að spjalda Ósvald fyrir þessa tæklingu. Það er einmitt ekkert var hérna í Lengjudeildinni. Mikið í gangi í einu. Akkurat nefni, ekkert var. Þannig við getum ekki rýnt í þetta eftir á. En þetta var eflaust bara réttu dómur, rétt hjá honum að halda leika áfram. Það sjálfsögðu við byrjum virðingu fyrir dómaranum hér á veit. Já, og ákvörðunum hans. Hvernig leggst það í þig, nú ert þú harður stuðningsmaður Leiknis, Nemanja. Hvernig leggst það í þig að vera komin yfir í fyrsta skipti á tímabilinu? Það leggst mjög vel í mig. Það eru skrýtnar tilfinningar sem ég hef ekki fundið fyrir síðan einhvern tímann í fyrra. Akkurat. Eða á undirbúningstímabilinu. Eða, já. En það var auðvitað ekki deildarleik. Þetta er gaman. Og sjáum að þetta mark er búið að kveikja verulega í stuðningsmönnum IR. Þeir eru heldur betur búin að fjölmenna á völlinn. Það er þétt setin stúka eins og við töluðum uppselt á leikinn.
Það alltaf gaman að koma hinga í Efra-Breiðholtið. Þetta svolítið eins og að fara til Spánar. Já, eða bara í basecamp á Everest. Þetta svo hátt yfir sjávarmáli. Einmitt. Sindri, sjáu þessa sendingu á Sindra. Þetta ótrúlegt að við séum að fá að fylgjast með þessu í beinni á YouTube en ekki bara í einhverju pay-per-viewi. Það í raun ótrúlegt. Við erum að fá það hérna, tölur. Já, hann að fá það hérna. Við erum spenntir yfir því að vera komnir yfir. Ómar Sói skoraði þetta mark á 96,7 km hraða. Já. Já, það ótrúlega hraði. Við erum einmitt með mann niður á grasinu. Eyþór Atli, geturðu sagt okkur hvernig stemmingin niður á grasinu? Jú, hún helviti góð. Það það tekist vel á í stúkunni. Þetta bara mjög skemmtilegt. Atli Geir í stúkunni? Hann hann mitt á milli. Hann mitt á milli, hann ætlar að vera milli í högga. Nei, það myrkrahöfðinginn. Sjálfur. Einn af þessum frægu sem í stúkunni, já. Sjáum Ómar Só. Það barist hér boltan. Ómar Só sækir innkast. Og það hér Kýtingur á milli Ómars og Ágústs. Þetta alvöru hiti eins og á að vera í nágrannaslag. Bragi Karl stígur inn á milli. Bragi, hann einmitt, var markaðasti leikmaður annarra deildar í fyrra, getur það ekki passað? Já, hann skoraði nokkuð mörkin. Hann skoraði, gott yfir 20 mörk? Já, segur í markaskorinu fyrra. Já, 27-28. Öflugur í því, sko. Mjög góður. Mjög góður. Nei, það. Og Ómar Só ekki sáttur yfir að fá hérna tiltal frá dómara. Já. Vel gert hjá Patta þarna, tekur boltan, Davíð Júlían reynir að spila upp. Ég ekki að vinna boltan, Renato með boltan. Sendur upp vinstri kantinn. Og þeir missa þetta í innkast. Já, strákar, nú erum við búin að fylgjast með þjálfurunum hérna. Hver mætti í flottri skóm í dag? Þeir eru báðir búin að fara svolítið í þennan klassíska stíl. Fúsi aðeins svona viltari skóm, en samt mjög svona náttúrulegi litir. Hann í þetta svona bland af svörtu, hvítu, gráu, beige og brúnu. Já, einmitt passar við svona heildarstílinn hans. Algjörlega, og brúnt einmitt mjög heitt í dag. Heitt. Það bara innkast. Svo ég að reyna að lesa á húfuna hans Árna. Hvað stendur hann að Patti? Þetta álfurinn? Nei, það stendur Dave & Co held ég. Dave & Co? Þekki ekki merkið. Robby Kverndal keyrir upp. Hjalti. Bragi með boltan. Frábær tækling hjá Ósa. Já, glæsileg tækling. Boltinn skrúast aftur fyrir. Hann að gulu spjaldi og þarf að passa sig. Hann Bragi? Nei, hann Ósvald. Ósvald, já, akkurat. Og einmitt með fyrirliðabandi hér í dag. Okkar íslenski Ósimenn. Okkar íslenski Ósimenn, það hárrétt. Og okkar íslenski diggasti Arsenal stundmaður. Sjáum að þarna fer sólin undir ristina á Róberti Haugs. Sólin frá Sangeri. Liggur og hann haltrar, það ekki gott. Hjalti þarna blokkar skotið. Já. Hjalti með góða varnarvinnu fyrir vitlaust lið. Já, klaufalegt, en það bara eins og það er. Ég still upp í markspyrnu.
Íringar keyra upp og dómarinn er búinn að flauta. Leiknismenn eru að fara að stilla upp í aukaspyrnu. Patrekur, þú búinn að spotta fleiri frægu upp í stúku? Nei, ekki í augnablikinu. Ég mun láta þetta þegar Langur bolti í spottinu góðan. Takk fyrir. og markmaður ÍR Vilhelm, hann kemur út og sækir þennan bolta. Minnum áhorfundur á að slökkva ekki á útsendingunni í hálfleik þar sem að við ætlum að spila þekki eða ekki. Fattar þú på því? Þar sem að þetta Nemmi byrjar á að fara út og standa við prentaranna meðan ég og Patti spilum. Arnór tilbaka á Viktor. Sjáu þið Sindra, hann þarf ekki að fá boltan til að stýra leik. Nei, það er hárrétt, hann er að fjárstýra þessum leik. Það gæti raunin bara verið hérna 10-11. Já, basically. Robby Kvertal kemst inn í þessa sendingu. Það er brotið á honum, það er aukaspyrna á stór hættulegum stað. Þeir eru ennþá sárir að hafa mist hann. Og Veistu það? Kristján Atli, hann var að fá guldspjald en já, þeir eru ennþá ósáttir með að hafa mist hann. Það hlýtur bara að vera út af því að hann er búinn að reynast leiknismönnum frábærlega síðan hann kom. Jú. Og það er alveg að vera komið 45 mínúta hér. Hvað erum við að rekna með að vera bætt miklu við þennan leik? 2-3 mínútur næsta lagi. 2-3 mínútur segir hann. Auðvitað meiðslinn hjá Andi áðan sem að töfðu aðeins. En ekkert svo munar samt. Mark Ásland. Já. Nei, það var Kristján Atli sem fekk guldspjald. Já. Leikmaður nr. 6. Já, ég er allavega nokkuð vissum að hann hafi sýnt honum spjaldið. Kvental tekur aukaspyrnuna. Boltinn lár og beint í hendurnar á Vilhelmi í markinu. Hár bolti sem droppar á Hjalta. Hjalti kemur honum á Sindra. Sjáu þið skallan hjá Sindra. En enginn þar, enginn mættur. Hann er búinn að vera alla vikuna að æfa þetta. Að skalla yfir varnarlínu andstæðinganna. Já. Búinn að leggja áherslu á í vikunni. Já. Andi nær þessum skallabolta. Sindri er bara búinn að vinna tilbaka og þannig að honum, hann fipar Fótur. Nei, hann fipar hérna sóknarmann í en sjáum glæsileg tækling hjá Renato. Keyrir upp. Patti nær þessum bolta og kemur hann aftur í innkast. Það eru komnar 46 mínútur á klukkuna, 2 mínútur bætt við, eða 2 mínútum bætt við. Það verður aðeins róast í stúkunni eftir að Leiknir skoraði þetta mark. Vissulega. Heyrist minna. En við viljum fá meiri læti í stúkunni. Við viljum fá meiri læti í stúkunni, það er rétt. Við erum að fá þær tölur í eyra að það er 0-0 í hálfleik hjá Þrótti og Njarðvík. Og Birkir Björnsson er ennþá inn á, sem er auðvitað... Hann er að ná haldið sér núlinu. Já, það er hárrétt. Vinstri bakvörðurinn. Ég sá hann einmitt í Bónus Hólagarði í morgun. Já, hann var í Bónus Hólagarði í morgun. Sjáu þið þessa vörslu hjá Viktori, þetta var ótrúlega varið hjá honum. Þetta var mögulega game-winning varsla hjá Viktori ef við höldum þessu í núlli. Þetta var gríðarlega vel varið hjá honum og góður skalli frá, ég sá ekki hvaða leikmaður í þetta var. En þetta var vel útfærið skallatennis hjá þeim. Gott að fara með þessu vörslu inn í leikli. Já, og Leiknir fá aukaspyrnu. Ómar Sól liggur eftir.
Þeir ráða ekki þennan hraða sem hann hefur. Það er alveg augljóst. Það er augljóst. Ómar Só liggur enn eftir. Spurning hversu alvarlegt þetta var og hversu illa þetta fór í hann. Virðist halda utan hausinn. Þekki það nú gott. Voru að reyna að taka nú umferð. Það er góð spurning. Auðvitað einn hættulegasti leikmaður Leiknis, en nei, ég held að það hafi nú ekki verið neitt ásetningur neitt þarna hjá íringnum og gott ef þeir sköllu ekki bara saman, eða skullu saman hausar, sem eru auðvitað alltaf leiðilegt og vont. Alltaf búinn að svulli í sig nokkra þessi. Alltaf búinn að liggja í síðan í morgun, eða ekki? Ómar Só er sárþjáður og þetta er ekki gott að sjá. Já, það er hnéð. Það er ekki hausinn eins og ég held. Ég sá þetta nefnilega ekki almennilega. Þetta er nefnilega nálægt hver öðru. Já, þetta er nálægt hver öðru. Höfuð. Það er spurning hversu alvarlegt þetta er. En Leiknismenn, þeir munu ekki gera skiptingu fyrir hálfleik. Viktor, hann stillir upp í aukaspyrnuna. Ómar Só er að haltra út af og fær hér stuðning frá sjúkraþjálfara Leiknis. 15 mínútur til að koma sér í gang. Úff. Þetta eru slæma fréttir. Markaskorari leiksins er að haltra hér út af. Vonandi að hann nái að jafna sig, setja kalt á þetta í hálfleik og Viktor, hann lúðrar honum fram. Langur bolti. Hver erum við endan á þessu? Það er Mark sem að skallar þetta frá. Hjalti kemur inn, kassar hann niður. Og þessi bolti nær ekki að fara aftur fyrir vörn. Hér, ekkert á þetta. Leiknir fá innkast. Nú vilja Leiknir gera eitthvað fyrir hálfleiksflutið. Ósi kemur til þess að taka innkastið. Og það er spurning hversu langt hann er kominn aftur inn á. Ómar er kominn aftur inn á. Þetta eru góða fréttir. Auðvitað alltaf slæmt að leikmenn meiðast í hvoru liðinu sem er. Ósi með innkast. Ómar Só. Boltinn aftur í innkast, en það er flautað í hálfleik og við ætlum að taka hér pásu. Hálfleikstölur 1-0 fyrir Leikni. Hálfleikstölur 1-0 fyrir Leikni, akkurat. Og við fögnum þessari gríðarlega góðu mætingu hér á völlin. Ætlum að taka stutta pásu og komum svo aftur með seinni hálfleikinn. Takk fyrir.
Jú, seinni hálfleikurinn hafinn. Tíminn í útsendingunni ekki farin af stað, en hann farin af stað núna. Svona. Og já, það Leiknir 1, IR 0. Já, ótrúlegt. Og við fengum okkur kaffi í hálfleik. En kopp kaffi. Hildum í 10 dropa. Já, við gerum það. Sjáum að nú eru Leiknismenn að sækja í átt að Iceland Vesturbergi. Gaman að segja frá því líka meðan leikurinn að fara af stað aftur að Leiknir varð 50 í gær, 17. maí. Akkurat. Gleymdum að minnast það ekki að svipaði leiks og óskum öllum við Leiknismennum til hamingju með það. Já, til hamingju með 51 ár síðan að þessi klúbbur var stofnaður. 1973, 17. maí. Stór afmæli í fyrra. Það var einmitt stór afmæli í fyrra. Sjáum IR hér ná boltanum. IR skyggja fyrir sóli núna. Já, svona aðeins byrja að skýja. Já. En sólin hún skín ennþá á Æsufelli, þó hún skín ekki hér á völlin. Það bara svoleiðis. Já, bara Nemmi, hann ætlaði einmitt að koma inn með tölfræðigögn. Nú ég með mikið af tölfræði, hvað viltu fá? Hvað staðan í leiknum til dæmis? Staðan í leiknum 1-0, Ómar Sói með markið. Já. Fallegt mark var það. Lagði upp á hann. Það var Robby Quental. Spurning sko hvort það telst sem. Það var deflection. Já. En hann var að reyna þetta. Já, allavega. Já, hann var að reyna þetta. Hann var að reyna þetta. Talaðu við hann í hálfleik? Já, og þannig farið aftan í Robba, einmitt, talandi Robert Quental. Og hann sækir aukaspyrnu. Og þú kannski segir okkur hvernig skór þetta eru sem að Robby Quental hann spilar í. Hann spilar í Nike Air. Nike Air. Gullitaðir? Já, mér sýnist það. Er hann í Air Force eða Max? Grængulir. Og hann Guðjón Máni í... Ómar Sói, sjáu hann. Nei, þeir halda hann minni. Nei, hann er farinn. Hann brjálaður. En já, eins og ég segi, Guðjón Máni, hann að spila í alveg eins skóm og Robby Quental. Nike Air. Heitir þetta ekki Air Zoom?
Ég myndi halda að Zoom myndi standa á hliðinni ef þetta væri Zoom. En ég er engin skósérfræðingur, ekki taka skó. Nei, það er ég svo sem ekki sjá Robba, hann kemur með hotspinnuna. Ég myndi vilja heyra í Birki Björnssoni, hann er góður í skóm. Já, það getur svolítið erfitt þess að hann spila fótboltaleik. Nákvæmlega. Hvað er staðan í þeim leik? Staðan er 0-0, sjáum hotspinnan. Hjalti tekur frákastið. Já, þetta var tilgangslaus mólið þarna frá Eyþóri. En takk fyrir þennan múla. Og Andi kemur boltanum út fyrir, það er hann Robby Kvendal heldur utanum bringuna á sér. Já, og Patrik. Og Patrik. Staðan já, hún er 0-0 hjá Þrótti og Njarðvík. Stinga í Íringum. Vallarlýsinn svoandi. Renato, hann er að koma út af. Þar höfum við það. Það er leikmaður. Stefán Þór Pálsson, fyrrum leikmaður Breiðabliks, getur það ekki verið? Jú, Íringar líka. Já, akkurat, hann er komin aftur heim. Já, Grindavíkur og... Já, akkurat, hann fór á smá flakk og er komin aftur heim. Og hann er nú öflugur leikmaður. Já, hann var það allavega. Það er örgulega. Sjáum, þannig að Sindri og Stefán, þeir kýtast. Góð sending á Robba Hauks frá Hjalta. Spilum mitt saman í yngri landsliðum. Akkurat. Og Hjalti, hann kemur þessum bolta inn í teik. Hjalti með boltan. Nei, Robby segi ég. Davíð Ómarsó á Arnór. Arnór með skoti en fer í leikmann IR. Nú keyrir Robby Kvendal upp. Robby með boltan. Tekur skæri en missir boltan. Vel varist þarna. Patti skallar þessu bæjarhættinu frá. Og Hjalti brýtur hér á leikmanni númer 9 sem heitir... Er þetta ekki Baldur? Bergvin. Og sjáum að það er gríðarleg stemning í stúkunni. Já, sem er skemmtilegt að sjá. Nokkrir kaldir brúsnýjar komnir ofan í þá. Já, þeir eru búið að tæma á nokkra. Sjáum IR, þeir eru með boltan. Þetta er hættulegt. Hjalti nær þessu. Kemur þessu aðeins frá Kristján. Atli kemur honum. Og nú keyrir Robby Hauks. Robby Hauks, það er hraði í honum. Nú trillist allt, þeir vilja fá gult spjald. Eins og ég segi, ég hélt að gula spjaldi á hann hefði farið á Kristján alltaf frekar en Markmann Ásland, en það er ekki fyrst skipti sem þeir skjátlast. Ég er auðvitað ekki með gleraugun minn á mér. Heimskan, meintir þú? Herðu, Viktor stillir upp í markspyrnu. Nei, Patrik stillir upp í markspyrnu. Þetta er beint á æfingasvæðinu, nefni. Já, þetta er það, en vissulega er þetta ekki sami Patti og er hér með okkur. Nei, þetta eru tveir Pattar sem halda með leiknum. Nei, sem eru viðreynir í klubbi. Þetta er sami, hann er á báðum stöðum. Já, báðum stöðum. Já, við erum með einn lýsandan sem er mækaður inn á vellinum. Með þetta beint í æð þar. Íringar senda hann út af hérna. Og það er enn og aftur Patrik sem stillir upp í markspyrnu, gefur hann tilbaka.
fastur bolti frá Andi. Ómar Só snýr, kemst þarna fram úr fögunni. Davíð Júlían með boltan, kemur á Robba Kvental. Ekki góð sending hjá Robba. Bolti þessi fer út af. Þetta er eiginlega ótrúlega sem við erum að sjá hérna. Sjáum að það er bara einn leikmaður inn á vellinum sem er að spila með vettlinga. Og það er sá sem er nýkominn inn á. En það er nú helviti gott veður í Breiðholti og spurning hvort það sé óþarfi að vera með vettlinga, ég skal ekki segja. Það er ótrúlega, hann er með vettlinga. Svona er smekkur manna misjafn, nú við dæmum það ekki. Nú, þetta er ótrúlega að sjá það sem er að gerast hérna. Nú? Já, þekktið í fyrra er að á 60. mínútu og þá var allt í einu Dómur Pítsandl mættur á bekkinn með 2 tilboð. Það er að gerast núna. Nei. Er þetta frétti frá Laugardalnum? Sjáum Robba Hauks keyrir upp og sækir hotspinnu. Því leikmaður Það er ekki hotspinna! Maður er í sjokki hér. En dómarinn dæmir og ef honum fannst þetta að vera markspinna þá er þetta Við virðum dómarinn hér í Efra Breiðholti. Hárrétt. Sjáum endursýningu. Boltan er spyrnt fram. Já, ég skal ekki segja, en ég meina dómarinn tekur ákvörðun og dómarinn fannst það að vera markspinna og hlýtur þetta að vera markspinna. En boltinn er kominn aftur í leik. Það eru auðvitað komnar 55 mínútur á klukkuna og spurning hvort að Sindri haldist í meira en 5 mínútur í viðbót inn á vellinum. Þraukja upp á 5 mínútur. Grottaraleg tækling þarna. Farið aftan í Andi Hoti. Þessi var af gamla skólanum. Og eiginlega bara alveg tilgangslegs út af boltið var komin út af. Sjáum Oliver Elís, hann kemur hér á hliðarlínu og fær að drekka. Og það gerir Robby Kvental líka. Þetta er hitapása. Nú styttist í 60. mínútu. Já, og eins og ég segi, verður fróðlegt að sjá hvað gerist á. Einmitt. Eitt sigur fyrra eins og sagðir. Þeir eru þó nokkrir að hita upp hana fyrir leiknum. Jú, og fyrir ÍR. Já, og fyrir ég. Boltanum skalla frá, en ekki langt. Stefán með boltan. Andi Hoti gerir vel að koma þessi burtu. Og nú er Robby Hauks með boltan, skallar hann á Ómar Só. Fyrsta snerting hann á Ómar Só, sveikan. Það kemur Kristján Alli. Ég þekki það ekki. Robby Hauks kemur með boltan á Ómar Só. Nú þarf Ómar Só að komast inn á teig. Hann er stór hættulegur, kemur boltanum á Davíð Júlían. Hvað gerir Davíð Júlían? Góð hugmynd. En ekki jafn vel útfærð. Kristján Alli. Nú keyra Íringar. Íringar spilaðu þetta í nýjum treyjum. Sem að eru bara, já, allt í lagi. Já, Leiknir er líka í nýjum treyjum þetta tímabilið. Nei, þeir eru sem í treyjum að þau voru í fyrra. Og sömu treyjur og notum út í Fjölni. Já. Já, með Fjölni, já. En ekki nýja treyjur á. Sjóaður nýtt framan á. Já, Leiknir spila í gömlum treyjum með nýjar merkingar. Og heimasíðan er að vera nýja treyjur 2003-2004 tímabilið. Já, það er einmitt 2 tímabil sem náðu 2023 og 2024. Förum áfram. Íringar með innkast. Stefán tekur hann. Og já, bara glæsilega unni hjá Arnóri. Og Stefán brýtur.
hvernig, nú er þessi seinni hálfleikur, það eru 15 mínútur búnar á honum, tæplega. Hvernig er þetta að spilast? Er þetta að spilast eftir einhverju sviðsmynd hjá þér, Patrekur? Nei, ekki þessi. Nei, þetta hitti akkurat inn á einhverja aðra sviðsmynd en eina af þessum 840 sem þú varst búinn að setja upp. Já, það voru glæðin 841. Já. Ég reiknaði ekki með. Já, það er þarna ein sem þú áttir eftir og þetta er að spilast nákvæmlega eftir henni. Já. En út af því að hún er svo eina sem þú áttir eftir, þá þekkir þú hana ágætlega. Út af því að þetta er allt sem að þú varst ekki búinn að búast við. Já. Og Viktor sparkar boltanum hér langt fram. En það eru 3 leiknismenn sem voru í rangstæði þegar boltanum var spilt. Og Robby... Lyngby að fylgjast með okkur eða? Já, við erum búin að fá það staðfest og sendum kveðju til Lyngby í Danmarku. Góður bolti á Robba Haugs. Hann er fyrir innan. Sendi bara kveðjur líka til vinur okkar í Lyngby. Þetta hefur verið að sjálfsögðu. Og við viljum að sjálfsögðu sjá það að halda sér uppi. 1 stig viðbót, jafnvel 3. Akkurat. Þessi rangstæð, hún var tæp. Nefni, þú kannski gefur okkur smá upplýsingar? Já, þetta var pjúra rangstæða fannst mér. Ok, en tæp samt. Það er skipting. Það er skipting. Það er skipting á leikni. Davíð Júlían er að fara út af og inn á kemur leikmaður nr. 44, Aron. Það var áhvert að sjá hvernig hann stendur sig. Hann auðvitað kemur inn á í seinni hálfleik á móti Njarðvík og stóð sig bara frábærlega. Með prýði. Já, hann má eiga það strákurinn og Sjáu þið Hjalta leika listi sínar á miðjunni. Hjalti, hann er ótrúlegur. Robby Haugs kemst inn í þennan bolta, keyrir inn á teginn og Robby með skotið, hann skýtur yfir. Já. Ég er náttúrulega nýkominn heim frá háskólaboltanum. Hann er nýkominn, hann er sko heitur líka. Hann er búinn að vera að spila bolta, keppnisbolta í allan vetur. Allan vetur. Auðvitað í sömu deild og Sindri Björnsson er búinn að sækja allt gallerið í Alla Málma. Alla Málma. DSJ. Já, spottar einhvern frægan upp í stúku, Patrekur? Jú, benti mig á DSJ, unglingalandsliðs þjálfara. Ætlaði að segja að skáta einhvern hérna inn á? Mögulega Aron. Já, Kvendalinn. Það er brotið á íringum, íringar fá aukaspyrnu. Andi Hoti er líklegur. Þeir eru heldur ekki fleiri. Sjáum að þeir henda öllum sínum leikmönnum nema spyttumanninum og einum öðrum inn á teig leiknismanna. Já, þeir takast upp. Patrik skallar frá. Boltinn inn á, tæpt var það. Og Aron kemur þessu ekki langt frá en Andi skallar í burtu. Ómar Sól liggur enn og aftur eftir á vellinum en nei, hann er staðinn upp. Og við vorum að fá hér
móla sendan Norðan. að norðan, nema hann, já, ef að þú kannski kemur með hann. Já, þetta er skemmtilegt af því að hvaða mínúta er akkurat núna? Það er 64. mínúta. Já, það er skemmtilegt að koma með þennan móla á 64. mínútu af því að Sindri Björnsson, hann er að koma sér upp í 17. sæti sem leikjahæsti leikmaður Leiknis frá upphafi. Ótrúlega maður. Ótrúlegur maður. Já. Og fyrir leikinn í dag, þá hafði hann spilað jafn marga leiki og Árni Elvar, forverðans. Í áttunni, sem að er í dag leikmaður Þórs. Sem var fleikt eins og hver annari. Herðu, sjáum hér, stuðningsmenn ÍR trillast yfir að það hafi verið brotið á ÍR, nei á Leikni, yfir að ÍR-ingar hafi brotið á Leikni. Og það er tvöföld skipting. Gefum vallaþul Leiknis vallar hljóði. Bergvin Fannar Helgarsson og inn á kemur leikmenn með 77, Marteinn Theódórsson. Þökkum vallaþul Leiknis vallar kærlega fyrir þennan móla. Patti með sendinguna langt fram, Ómar Sói tekur nú skreið. Hann er kominn inn á teik, hvað ætlar Ómar að gera? Sóla 2! Og það er heldur betur haldið að sjáu þið tæklingur á Aron, aftur! Það er vítaspyrna! Aron er nýkominn inn og er að sækja vítaspyrnu! Sjáum hér endursýninguna. Góður bolti frá Patta. Og svona spurning hvort það sé broti á Ómari, ég skal ekki segja. Boltinn út á Aron og groddarleg tækling á hann. Og svo aftur. Þetta var sanngjörn vítaspyrna, það verður að segjast. Og Ómar Só stillir upp í vítaspyrnuna. Hvað gerir Ómar Só? Er Ómar að taka þetta? Ómar, hann heldur á boltanum. Ekki nema hann sé, ekki nema hann. Hann gæti sagt höfu. Hann gæti verið að stilla þessu upp til þess að taka pressuna af þeim sem tekur spyrnuna eins og við séum í ensku deildinni. Silli Björns er vanur að taka víti. Hann er vanur að taka víti. En Ómar Só, hann er að taka þetta. Hvað ætlar Ómar Só að gera? Ómar Só á punktinum. Vilhelm til varnar í marki hjá ÍR. Hillir út rammann. Ómar til að koma Leikni í 2-0. Lætur verja frá sér. Ómar Só er að klúðra á punktinum. Já. Það kemur fyrir. Klaufalegt var það, en Leiknir fá hotspinnu. Stressið fór með hann. Stressið tók yfir. Er Sindri Núna tekur Robby Kvental hotspinnuna. Það þarf að skrúa þennan inn á box. Aron og Ósi bíða tilbaka og allir aðri leikmenn Leiknis eru á síðasta þriðjung vallarins. Þetta var glæsilega vel varið hjá Vilhelmi í markinu hjá ÍR. Nemi. Já, þetta var glæsilega vel varið. Og orðilega svo sannarlega vel. Hvort var það vel varið eða léleg spyrna? Víti er nú alltaf vel varið eða það er varið. Okay. Og hotspinnan. Það er Patti. Bakfallspinna til að hreinsa. Hjalti með boltann inn á teig. Það er Andi, skallar hann inn, Ómar. En Vilhelm, hann samar þennan. Langur bolti fram. Þeir koma inn á teig. Ósi vel til varnar og sækir markspyrnu. Þetta var glæsilega gert hjá Ósa. Auðvitað hinn íslenski Ósi menn eins og við höfum talað um. Íslenski Ósi menn. Bragi kall sem að, já, þetta var gott hlaup hjá honum upp að endalínu. En kom boltanum ekki fram hjá Ósa. Viktor með markspyrnu. Langur bolti fram. Farið aftan í bakið á Kristján Atla.
það er Robby Haug sem gerir það. Brýtur á sér. Íringar. Það er nú ekki hægt að segja ef að þessi leikur endar sem sigur fyrir annað lið að annað liðið vildi þetta meira því bæði lið hafa sýnt það hér að þau vilja þennan sigur. Vilja þetta jafn mikið. Það verður að segjast. Tæpur bolti en hann fer aftur fyrir endamörk. Þetta hefði getið verið hættuleg sending. Myndirðu segja, Jóhann, að það væri bara eitt lið inn á vellinum? Nei, alls ekki. Alls ekki. Þessi leikur, hann er eiginlega bara stál í stál. Íringarnir hafa auðvitað spilað vel í upphafi tímabils. Þeir eru með 4 ósigraðir. Enn sem komið er allavega. Verður Leiknir fyrsta liði til að sigra þá? Sjáum Ómar Só, hann tekur hann, gefur hann á Aron. Aron niður á Arnór sem er með, sjáum Hjalta, Hjalti er dottinn einn í gegn. Hvað gerir Hjalti? Sólar, kemur hann á Ómar Só. Ómar Só, hann Bregst bólistinn. Já, bregst bólistinn, náði ekki að koma skotinu á markið. Þetta hefði getað verið góð sókn hjá Leiknismönnum. Glæsilega gert hjá Ósa. Þetta var bara... Svo Ósi með myndi gera þetta? Nei, þetta var nú eiginlega bara eins og Ben White myndi gera þetta. Bara nákvæmlega, þetta var úr stílabók Ben White. Já, Ómar hann haltrar hér tilbaka, hann er þjáður, virðist vera. Og Kristján, hann vill fá leikmenn upp völlinn. Kemur langan bolta, það eru 20 mínútur eftir af þessum leik, eða 19. Og Sindri Björnsson er ennþá inn á. Og Sindri Björnsson er ennþá inn á, það er hárrétt. Sjáum að leikmenn beggja liða eru að hita upp. Og eins og glöggir áhorfendur heyra þá heyrist þið vel í þessum snakkboka sem verið er að opna hér. Boltinn upp, Ómar Só, hann er búinn að vera helviti góður í dag, strákar. Ekki satt? Jú, hann hefur verið mjög drjúgur. Sjáum Robba Haugs, hann er kominn inn á teig. Sólar einn. Fer út úr teignum, boltan á Arnór, hvað gerir Arnór? Kemur hann á Robert Kvendal. Kvendal, hann er hættulegur í þessari stöðu. Skoraði einmitt markið sitt á móti Njarðvík úr þessari stöðu. Kemur hann á Sindra. Sjáu þið þessa sendingu á Robba frá Sindra. Sindri, hann er þeim kostum gæddur að hann getur stjórnað leiknum bæði með og án bolta. Jó, það er hárið. Ótrúlegur leikmaður. Og það verður bara að segjast að þessi leikur hér í dag á Leiknisvellinum, hann er búinn að eiga sitt eigið líf. Jú, það er bara hárrétt. Hjalti skalla niður á Arnór með langan bolta og háan. Robby Haugs nær boltanum. En hann kemst ekki í gegnum 3 varnarmenn Íringa. Og Arnór kemur þessu í innkast. Það er hart tekist á í stúkunni. Já. Það eru nefar komnir á lót. Nei, þetta er alltaf friðsamlegt, sko. Já, þeir kunna sig. Jú. Ef það er eitthvað sem stuðningsmenn þessara liða vita, þá er það að láta ekki kappið byrja fegurinn að ofurlið. Sérstaklega í fótboltanum. Það er allir hérna til að hafa gaman. Já. Það er annað í körfunni. Já, ég veit ekkert það reyndar. Þú átti vin sem var fekk eina góða samlóku. Jú, með... Sjáum að IR eiga innkast. Leikmaður nr. 17 sem tekur það, Ólíver Eilis. Tekur stutt. Arnór Gauti með, svona daggerbolta inn á teig. Skapar usla. Ósi kemur honum á Hjalta. Hjalti fram á Ómar. Hann nær þessu ekki. Nei, Ómar nær honum ekki áður en boltinn fyrir út af. Ágætis hugmynd hjá Hjalta.
Kristján hann með Aron í eftirdragi. Aron, hann búinn að vera sprækur eftir að hann kom inn á. Já, hann hvíldi sér mjög vel í gær, veit ég. Ok, það bara frábært að heyra. Sindri, sjáu þið hvað ætlar Sindri að gera. Sjáu þið þessa sendingu í hlaupið hjá Ósa. Hún fullkomin. Sindri, einn af þessum leikmönnum sem ekki búinn að stíga feilspor í dag. Ekki satt? Já, bara búinn að vera glimrandi góður í dag. Já, bara frábær. Andi. Mark kemur boltanum tilbaka, hreinsar þarna frá. Hjalti kassar hann niður. Nú Hjalti að fara á stað, setur hann í hlaupi hjá Ómari, en þetta kannski frekar í hlaupi hjá Robba. Robbi, vel gert hjá Robba, hann nær þessu. Kemur hann á Ómar Só, hvað ætlar Ómar Só að gera? Hann kemst ekki fram hjá Örn IR. Vel varist þarna hjá Arnóri Gauta. Innkast sem að IR-ingar eiga. Nei, sem að Leiknismenn eiga. IR-ingar eru í leita þessu jöfnunamarki. Vonandi fyrir Leiknismenn að vítaspyrnan komi ekki í baki á þeim. Og við sendum kveðjur til Barcelona, þar sem að diggir Leiknismenn að horfa á þennan leik. Jú, vissulega í mörgum tímabeltum. Já, við erum í mörgum tímabeltum og þess vegna var birt þessi mynd á samfélagsmiðlum Leiknis, þar sem að það var sýnt frá klukkan hvað leikurinn við sérum heiminn. Einmitt einn að horfa í Washington. Það einn að horfa í Washington, já. Og hvort það í fylkinu Washington eða borginni Washington? Hann alltaf vaknaði eldsnemma, það ég veit Ég svo mikið ég víst. Borginni Washington. Í borginni Washington DC. Hvað ætlar Viktor að gera með þetta útspark? Sjáum Arnór kemur á Andi með bolta á engan nema Vilhelm í marki IR. Svo að mér skjáttast heldur ekki, þá var einn að horfa frá Belgíu. Það einn að horfa frá Belgíu. Sem eru frábæra fréttir. Já. Það verður að spyrja sig, þegar að Vilhelm í markinu hjá IR að rúlla boltanum svona út, þá stendur hann alveg við línuna hvort að hendina á honum sé ekki á boltanum þegar hendin komin yfir línuna. Maður spyr sig. Það ekki víti hér, IR-ingar eru brjálaðir, þeir vilja vítaspyrnu. Sjáum endursýningu þegar boltin komin út. Sjáum hér. Þetta spurning. Leiknir að Ég skal ekki segja. Gera skiptingu. En dómari leiksins telur sem svo að þetta hafi ekki verið vítaspyrna og stuðningsmenn IR eru brjálaðir yfir þessari ákvörðun. Vilja meina að sé verið að svindla þeim. Það skipting. Seni að koma inn á. Stuðningsmenn IR þeir eru komnir upp á grindverkið sem við stúkuna. Þeir standa þarna upp á sjófa og auglýsingunni. Og já, stuðningsmenn Leiknis núna líka. Það innkast sem IR-ingar eiga. Þeir eru að stilla upp í langt innkast. Boltinn kemur inn á teig. Þetta góður bolti en Patti skallar aftur fyrir hornspyrna. Hvað teljið þið með þetta? Var þetta vítaspyrna eða ekki?
Nei, ég heldur hún hafi hárrétt fyrir sig hana. Þetta var rétt hjá dómarinn. Við virðum dómarann hér í Efra Breiðholti. Já, Ákvarðanir dómarans. eflaust hefði maður samt, Ákvarðanir. ef að maður var leiknismæður þá hefði maður eflaust orðið pirraður yfir að þetta ekki dæmt vítaspyrna á leikni. Verður að gefa Írengum það? Heldur það? Ég hugsa það, já. Ég held það ekki. Bara matsatriði. Já, eflaust. Önnur hotspyrna sem að IR fá. Spurning hvað gleraugu Þorra á þetta með. Ég er að sjáum Viktor, vel gert hjá honum, en þetta var hættulegur bolti. Þessi hefði getað endað inn í markinu. En við erum auðvitað að lýsa þessum leik með hlutlausu gleraugunum. Önnur skipting hér. Og þessi hotspyrna aftur fyrir endalínu, markspyrna. Heyrum að Bragi Karl, markaðasti leikmaður IR í fyrra, hann er farin út af. Það er Bragi. Bragi hægri kanturinn. Og Viktor með markspyrnuna. Sjáum að sólin er heldur betur farin að láta sjá sig hér í Breiðholtinu. Viktor með enn eina markspyrnuna í innkast. Sólin líður best inn í Breiðholtinu. Já, það virðist bara vera. Við erum auðvitað ekki að tala um hljómsveitina Sólin frá Sandgerði. Heldur erum við að tala um sólina sem að skín. IR-ingar með enn eitt innkastið sem að þeir alltaf lúðra inn á teiginn. Boltinn inn á teig. Andi skalla frá, ná honum aftur. Fastur boltinn fyrir, það var hætta sem myndaðist þarna. Fyrir leikni. Það er legið á leikni þess stundu það. Já, IR-ingar hafa verið full skeinuhættir, ef svo má segja, eftir að leiknir klúðra víti. Já, það er fullt af fólki hérna á vellinum. Var auðvitað ekki uppselt í fyrri hálfleik, en það er uppselt núna. Það er ennþá hægt að mæta samt. Já, það er ennþá hægt að mæta. Hvetjum alla til þess að koma. 9 mínútur eftir. Venjulega leiktíma. Kvendal skallar þennan bolta í innkast. IR-ingar fljótir að taka innkasti. Þetta er búinn að vera fjörugur leikur hérna á Leiknisvelli. Andi skallar þetta tilbaka á Viktor. Viktor handsamar þennan bolta. Þetta er hættulegt hjá Viktori. Stefán hjá IR er í hárri pressu. Og sjáum Sindra. Þetta ball control sem hann... Vá, þessi sending. Þetta var ótrúlegt. Og Viktor aftur með boltan. Hann þarf að koma þessu frá sér. Sjáum Hjalta. Hjalti, hann er búinn að eiga fínan leik í dag. Og Róbert Kvendal líka. Boltinn á Óls. Sindra. Nei, á Patta. Nei, Sindri, hann er náttúrulega bara í einhverju annari vík. Og hér er brotið á Viktori í markinu hjá Ég leikni. held að þetta sé rétt. Já, ég sá nú ekki betur. Hann heldur utan andlit sér. Dómarinn er bara búinn að dæma hann að leik helvíti vel. Já, hann má eiga það. Að bara... Ekki auðveldur leikur til að dæma. Nei. En hvernig skóm er Mark Ásland í? Þetta eru Adidas. Jafnvel Adizero. Getur það verið? Þetta eru Adizero. Appelsínugulir svartir. Reimalausir. Já, og ég fagna því. Ég sem aðdáandi reimalausara skóa. Viktor með aukaspyrnuna. Langur bolti. Nei. Enn eitt sparki frá honum sem fyrir í innkast. Ætli þetta sé taktískt.
Langur bolti fram frá Vilhelm í marki IR en Andi skallar þetta frá. Þetta er búinn að vera svona einkennilegur leikur svona undanfarið. Sjáum sér upp. Þú verður svolítið baráttuleikur. Sér upp. Þú verður svolítið baráttuleikur. Og þessi bolti nær ekki að fara aftur fyrir vörn. IR, Robby Hauks í rangstöðunni og Sindri kemur í humátt á eftir þessu. Honum líður vel inn á vellinum. Honum líður vel í humátt. IR með boltan og fá innkast. IR, það er enn eitt langa innkastið. Þeir eru greinilega búin að æfa þetta. Langur bolti inn, skallað. Sindri bjargar þessu og Hjalti er kominn af stað. Hjalti róar þetta niður og Aron, hann vill fá aukaspyrnu þarna en fær hann ekki. Sjáum gríðarlega vel gert hjá Aroni, vinnur þennan bolta, það eru 5 á 4. Hvað ætlar þeir að gera? Aron á Robba Kvendal. Robby kemst hann í gegn en ekki lengra. Arnór liggur hér niðri og er að haltra upp völlinn. Ekki eru það góða fréttir. Hann auðvitað hóf þetta tímabil meiddur. Hann er sárþjáður virðist vera. Ekki eru þetta góða fréttir fyrir leiknismenn. Þurfa alla sína leikmenn. Þeir þurfa, já, alla sína leikmenn, það er hárrétt. Siggi gerir sig kláran hér. Sjáum Robba Hauks. Hann missir boltan og IR-ingar ná honum. Nú ætla IR-ingar að sækja hratt en það tekst ekki Sindri með boltan. Hvað ætla Sindri að gera? Sjáu þið þessa sendingu á Hjalta frá Sindra. Og Hjalti ennþá með boltan, kemur hún á Sindra. Sindri út á Skjelsen. Hvað gerir Skjelsen? Með skotið en þetta er framhjá. Vel útfærð sókn þarna. Sindri er óeigingjarn. Hann er, já, það verður bara að segja þetta, hann er óeigingjarn. Vill alltaf finna aðra í lappir. Já, og skapa fyrir aðra. Og það eru 87 mínútur tæplega á klukkunni og IR-ingar þeir vilja ná inn jöfnunarmarkinu, það er greinilegt. Þeir eru komnir upp. Góð tækling þarna og það er markspyrna, glæsileg tækling hjá Andi. Og það er Arnór sem er að koma út af fyrir Sigga sem er á láni frá Stjörnunni, ef mér skjáttast ekki. Jú, Sigurður Gunnar. Já, Arnór hann er alveg búinn. Spurning hvort það sé Ökklinn sem er farinn. Hlustum á vallaþul leiknisvallar. Og inn á kemur leikmaður númer 92, Sigurður Gunnar Jónsson. Viktor með markspyrnuna. Er þetta eitthvað ný taktík í seinanleik? En þá eru... Það markmaðurinn sparki út. Já, ætli það ekki. En þá eru skiptingar Leiknis búnar, ekki satt? Stoppin eru búin. Við erum búin að skipta inn þrisvar. Sjáum Ósa, hann er að fara að taka innkast. Heyrist vel í IR-ingum núna. Já, það verður bara að taka ofan fyrir stuðningsmennum beggja liða. Það er búin að vera gríðarleg stemning í stúkunni. Já, vel mætt og Við sjáum Skjelsen. sjaldan verið svona margir hérna. Kemur boltanum á Sigga. Kemur honum tilbaka á Viktor. Og Viktor með langan bolta fram. Hjalti á eftir þessu. Og Aron. Skalli frá Vilhelm. Og Aron. Nei, hann er ekki til hans. Mark Ásland hreinsar þetta. Viktor fram. Á Skjelsen. Góður snúningur hjá Skjelsen.
Hjalti kemst inn í Frábær glæsileg tækling hjá Hjalta. tækling hjá Hjalta. Sjáum hér Kraðak við teig leiknismanna. Og Viktor, hann að fara að taka markspyrnu. Enn ein markspyrnu. Nei, hann að taka aukaspyrnu. Afsakið. Hvaða, svona, ef við förum yfir einstaka leikmenn í leiknum, hvaða leikmenn hafa staðið upp úr hér í dag? Fyrir utan náttúrulega Sindra Björnsson og Ósvald Jarl, þá finnst mér Hjalti hafa verið mjög öflugur í leiknum í dag. Hann veit hvað þessi leikur er mikilvægur. Ómar að sjálfsögðu með markið. Oliver Elís í bakari IR, hann hefur einnig verið mjög góður og svona... Vilhelm í markinu líka. Jú, Vilhelm auðvitað með búinn að verja víti. Sjáum Aron, hann er grjótharður. En, já, hann dæmdur brotlegur. 90 mínútur á klukkuna. Sjáum Robba, það er pressað hátt hjá leiknismenninu núna, en IR ágætur skalli aftur fyrir vörn leiknismanna. Komnar 90 pluss hálf. Uppbóðtími er 4 mínútur eins og heyrðið. Akkurat. Það er minnstakosti sagði maðurinn. Íringar komum boltanum upp völlinn og það er hart barist þennan. Patti kemur honum í burtu. Ágúst nær honum. Og þessi bolti fer í fangið á Viktori. Nú liggur hann eftir. Hann er væntanlega ekkert að drífa sig. Ítir liðinu hátt upp völlinn. Og hann er að fara að koma með langan bolta. Akkurat. Robbi upp í skallaboltan, lengir hann, en Mark sparkar hann frá. Íringar, þeir heimta vítaspyrnu þarna, spurning hvort það sé eitthvað til í því. Meðlýsendur hérna segja að hann stígur á boltan og meðan Árni Freyr, þjálfari IR, öskrar á fjórða dómara að hann hangir í honum. IR skallar boltan upp. Völlinn, Andi Skjelsen. Það er haldið aftan í Skjelsen, ekkert á þetta, segir Guðgeir, dómari leiksins. Íringar eru inn á teig leiknismanna, náðir að koma skot á markið og hér falla menn í gríð og erg en ekkert dæmt. Ég skal ekki segja, ég veit ekki hvernig dómarinn ætti að hafa séð hvert einasta atvik þarna þar sem að menn féllu í teignum. En hans mati er að þetta var ekki vítaspyrna, en Íringar þeir fá horn núna, Patti. Og hvaða sviðsmynd eru við með fyrir þetta horn? Það verður bara skallað út. Það verður skallað frá? Já, frá. Einmitt. Út úr teig. Og erum við að fara að fá hornspyrnu á nær eða fjarstöng? Já, þessum miðja. Já, miðjuna. Já. Akkurat. Sjáðu það bara. Við sjáum það. Hornið. Á nærstöng. Skallað frá. Hárrétt hjá þér, Patrekur. Þetta var bara það sem ég sá fyrir. Akkurat, og þú ert auðvitað einn af þessum lýsendum í knattspyrnu í dag sem ert að fylgjast með æfingum liða í aðdraganda leikja. Já, það hefur komið fyrir. Og veist nákvæmlega hvað þú ert að fara að fylgjast með, hverju þú ert að fara að fylgjast með. Já. Skallið aftur fyrir, þetta er önnur hornspyrnan, þriðja í þessari allul Íringa að marki leiknismanna. Leiknir ennþá 1-0 yfir og við erum komin í 93:30 á klukkunni. Ég er herja á leikni núna þessa stundin. Boltinn á nærstöng og Andi skallar, já, Íringar. Þessi fer aftur fyrir grindverkið og út í lönguvillisu. Já, er þetta ekki Aspafellið þarna? Þetta er lönguvillisan. Gefa sér mínútur þarna. Þessi kemur inn á miðsvæðið.
Hvað gerir Viktor blakar þessu frá? Þetta var hættulegt horn. Þessi enn og aftur hornspyrna sem hefði bara getað endað í markinu. En gerði það ekki. Viktor vel á verði. Viktor, hann er búinn að vera, við glemdum að gefa honum shoutout hérna áðan, hann er búinn að standa sér frábærlega í dag. Tímaklukkuna. Góða vörslur í dag. Og það eru komnar 94 mínútur, eins og áhorfendur sjá. Það er Leiknir að halda út eða Hornspyrnan. IR að jafna. Stefán reynir að koma þessum, en Aron, við sjáum Vilhelm, hann er kominn yfir miðju. Andi skalla frá, á Íring. Bolti fyrir. Patti skalla frá og Robbi er kominn á. Það er hér flautar dómarinn. Leiknir eru sigurvegarar í þessari. Fyrsti sigur Leiknir á þessu tímabili. Í þessu Breiðholtsderby og það er alveg fagnað í stúkunni. Með Íringa í teski. Og við þökkum bara kærlega fyrir okkur góður áhorfendur. Bara leyfum þessum myndum að lifa hér. Takk fyrir.